Óskar, þú hafðir áhyggjur af framstöðun eftir síðasta leik. Hvernig meturðu þessa framstöðu? Ég met hana sem fengilega öfluga. Frábærir bæði sókn og varnarlega í 80 mínútur og svo svona, þú veist, eðlilega kannski svo lið sem að, þú veist, er í þeirri stöðu sem að við erum að þá svona fórum menn einhvern veginn ósaflátt að, þú veist, að verja fórustuna í staðinn fyrir að reyna að sækja fram á við en mér fannst við gera það mjög vel síðustu 10 mínúturnar og pluss uppbót og ég er bara mjög stoltur af liðinu, ánægður með leikinn. Þið lendu undir hana snemma leiks og svo þið heldur betur herja á það hana alveg í lok fyrri hálfleiksins og komið svo bara með það sama enn í seinni hálfleikin. Breyttir ykkur í hálfleik eða heldur bara eitthvað striki? Nei, það er þannig að þegar þú kemur inn í hálfleik og tilfinningin er að þú sért að spila vel og þú veist, þú sért búin að finna lausnina kannski á því hvernig þú getur komið í góða stöður að þá hefur þið minni áhyggjur og skilaboð mín var bara, þú veist, ekki fara á taugum, ekki fara að flýta okkur á mikið. Þú veist, höldum áfram að gera þessar hluti sem að koma okkur í stöðuna sem komst í fyrri hálfleik og þú veist, það gekk. Þið voru orðaðir við Serba miðvörð núna nýlega, það fór ekki vel. Eru þið að skoða að sækja annan miðvörð í staðinn fyrir hann? Já, það verður bara að koma í ljós en ég hef svo sem alltaf sagt það að við erum alltaf á öllum stundum að skoða hvernig við getum styrkt liðið, þú veist, bæði innan frá og utan frá. Hópurinn er hreyfanlegt afl og þú veist, það verður bara að sjá hvort einhver laumir sér innum dyrnar á KR-heimilinu á næstu 2 dögum. Þannig að það er ekkert panik þess að síðustu 2 daga að hafa mist hennan miðvörð? Nei, það er það nú ekki og það er ekki ennþá orðið ljós hversu mikið sannleikskorn var í því. Þið fáið inn Galdur, hann spila sem fyrsta leik í dag. Hvað er það að fá inn með þessum leikmanni? Við erum bara fyrst og fremst að fá mikinn hraða og mikil einstaklingsgæði einn á móti einum og bara ógnandi sóknarmann sem mun hjálpa til við að leysa upp barnir sem að liggja lágt og svo auðvitað, þú veist, ef við getum sótt hratt að þá er hann mjög öflugur. Síðasti leikmaður sem ég ætlaði að spyrja út í Dagur Orri Garðarsson, hann hefur verið orðaður við ykkur og hann komi eftir tímabilið. Er það eitthvað sem þú getur sagt eitthvað um? Nei, ég get svo sem ekki sagt það. Ég held að hann sé að fara í skóla í Bandaríkjunum. Ég held að það sé planið hans, þannig að á meðan ég veit ekki meira þá er það eina sem ég get sagt. En það er leikmaður sem þið eru að fylgjast eitthvað með? Við fylgjast með öllum ungum og efnilegum leikmönnum sem að eru að standa sig vel. Þið vinnið hérna fyrsta leikinn eitthvað síðan í júní, það hlýtur að gefa ykkur helling inn í þessa lokatörn sem þið eru að fara inn í þessari erfiðu stöðu sem þið eru í? Já, það er þetta bara mjög ljúft, það er mjög ljúft að vinna. Við erum búin að þjásta eins og undanfarnar vikur og þeim mun meiri er gleðin þegar þú nær svo að vinna en þú veist, það er ekkert líma án þjáningar og engin gleði án þjáningar, þannig en klárt það var gott að vinna leik í dag og sérstaklega bara, þú veist, frammistaðan var góð og þegar þetta tvennt er saman þá er lífið sérstaklega ljúft. Þú segir þið vinni í dag, þið farið upp úr fallsæti á markatölu, þið hljótið að taka það líka með ykkur? Já, ég get svo mikið alveg, þú veist, verið að einblína mikið á töfluna þegar það eru 9 umferðir eftir en ég skil alveg hvað það fara. Það er vissulega skemmtilegra að vera ekki fallsæti hvort sem að umferðin er fyrsta, önnur eða 27. En þú veist, við þurfum bara að byggja ofan á þetta, þú veist, við mætum Fram næst og það er líka risaleikur. Þetta eru bara, þú veist, það eru 9 leikir eftir, 9 leikir sem við ætlum að reyna að bæta lið í og það er Fram næst. Við þurfum að svara fyrir tapið á móti þeim í Laugardalnum. Takk fyrir þetta, Óskar. Takk hérlega.